Jóhann, þá ætla ég að byrja á þér. Hvað þetta mikið öðruvísi heldur en maður á að venjast bara við heimsókn í kirkju hátíðir? Þetta bara eins og þetta sungið í kirkjum á stórhátíðum. Þarna við fylgjum á disknum í upptökunum röðinni sem að séra Bjarni var með á útgáfu frá 1926 og það nákvæmlega fylgt þeirri leiðbeiningu sem hann gaf en svo hægt að raða saman og leiðbeiningar gefnar með disknum raða saman þetta sungið á jólum, þetta sungið á páskum og þar fram eftir götunum. En þetta kemur svona alltaf því eins og heilt tónverk á diskinum? Í raun og veru gerir það sko. Og það sem við vorum að hugsa í upphafi var að raða þessu upp miðað við tónverk, það að segja breyta röðinni. En við fjallum alveg frá því og ákváðum að gera þetta með þessum hætti og vera bara með leiðbeiningar það hvað sungið á hverri stórhátíð. Hvað það nú sem að fær menn til þess að fara út í svona verkefni? Niðurstaðan sem sagt var þessi að gera þetta bara nákvæmlega eins og Bjarni skrifaði það og það var niðurstaðan en þetta bara tónverk í raun og veru og væri gaman að eins og við flytjum það á útgáfu tónleikunum og tónleikunum sem voru með á Siglufirði og heima á Dalvík í vor að þá röðum við saman og sungum jól, sungum páska. En þetta merkur maður sem að þarna verið að fjalla og hans verk og vinnu. Sverrir Páll, þú skrifar hann og það svo sem ekki að ástæðulausu. Nei, þeir einhvern veginn áttuðu sig á því þarna út á Dalvík að mér máli skylt og séra Bjarni Þorsteinsson var langafi minn og þess vegna var það nú sem ég var fenginn til þess að taka saman smá frásögn hann og ævi hans sem þarna ásamt mörgu öðru mjög góðu efni í þessari myndalegu bók sem fylgir þessum diski. Og það var náttúrulega svolítið erfitt að velja frá hverju ég átti að segja vegna þess að átti ég að tala prestinn séra Bjarna eða tónskáldið séra Bjarna eða þjóðlagasafnarann eða sveitarstjórnarmanninn eða sýslunefndarfulltrúann eða hreppsnefndarmanninn, upphafsmanninn að vatnslögnum og rafvirkjun, sparisjóðsstjórann eða bara skipulagsstjórann, arkitektinn, sem teiknaði bæinn og svo framvegis, þannig að það var nóg að taka. Ég gat líka sagt svona pínlítið frá svona fyrsta popparanum á Íslandi vegna þess að séra Bjarni söng inn á Vaxhólka. Það var maður frá Siglufirði sem fór til Ameríku og hélt að lífið væri betra þar en kom tilbaka fljótlega seinna með einhverja svona græju með sér sem var notuð til þess að taka upp hljóð og þeir voru eitthvað að fikta með þetta kallarnir og endaði á því að þeir komu þess í gang og þá söng séra Bjarni lag sem hann hafði samið texta við löngu áður og þekkt sönglag, það liggur svo makkarlega ljómandi á mér og dúllía og það allt saman hent og þetta syngur hann þarna inn og það ábyggilega lang elsta upptaka á poppi eða dægurlagi á Íslandi. En sem sagt þjóðlagasafnarinn og tónskáldið kannski það stærsta og ég verð að segja það að þetta framtak Dalvíkinga að taka þetta verk sem orðið 115 ára gamalt og gera því þessi myndalegu skil að vera fyrstir til á öllum þessu 115 árum til að taka þetta upp í heild sinni og gefa þetta út með þessu myndalega móti, það finnst mér alveg stórglæsilegt. Og þetta bara merkilegur þáttur í tónlistarsögu Íslands. Já, hverjir eiga svo að hlusta á þetta? Já, bara hver sem Þú getur haldið jólin í febrúar eða með því að setja bara þetta á og raða eftir leiðbeiningunum, raða því sem sungið á jólunum. Þetta sniðugt. Það bara kveikja á kerti í júlí og hafa jól. Já, hafa jól. Já.